núna. Já. Velkomin á bæjarstjórnarfund nr. 563. Í dag 18. desember 2025 og klukkan 5 og við erum núna stödd hér í félagsheimilinu í Hnífsdal. Mættir á fund Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson. Starfsmenn fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ósk eftir að taka inn eitt mál með afbrigðum með heimild í 16. grein bæjarmálasamþykktar sem verða númer 10 á dagskrá varðandi uppfærslu á erindisbréfi nefndar framtíðar auk tilnefningar nýja fulltrúa. Þegar við gefum merki samþykki það og það samþykkt samhliða. Þá fyrsta mál á dagskrá, það tillaga frá 1352. fundi bæjarráðs. Já, afsakið, það ekstra samningur félagsheimilisins í Hnífsdal sem nú viðeigandi. Það tillaga frá 1352. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 8. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki nýjan rekstrarsamning Ísafjarðarbæjar við Björgunarsveitina Tinda félagsheimili í Hnífsdal. Orðið lust undir þessum lið. Enginn beðið orðið, þá með ekki með merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Annar mál á dagskrá undanþága verkfallsheimilda 2026 tillaga frá 1352. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 15. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki undanþágulista verkfallsheimilda í samræmi við minnisblað mannustjóra. Og orðið laust undir þessu lið. Og enginn beðið orðið, þá með ekki með merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Þriðja málið, það uppfærðar reglur Ísafjarðarbæjar netnotkun, meðferð tölvupóstgagna, tölvu og hugbúnaðar 2025, gervigreind. Tillaga frá 1352. fundi bæjarráðs en fundur var haldinn 15. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki uppfærðar reglur Ísafjarðarbæjar netnotkun notkun tölvukerfis, meðferð tölvupósta og skjala á drifum. Hvað var það notkun gervigreindalausna og aðgangsstýringar í kerfi sveitarfélagsins? Og orðið laust undir þessu lið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, hér erum við að ræða notkun gervigreindalausna og ýmiss konar persónuverndarsjónarmið sem að því tengjast. Ég vísa hér í minnisblað bæjarritara þetta mál sem að lýsir þessu prýðilega. Í þessum reglum þá núna kveðið á að tæknistjóri Ísafjarðarbæjar þurfa að samþykkja gervigreindalausnir fyrirfram og það megi ekki setja persónugreinanleg gögn inn í gervigreindalausnir þá nema að það sé slík samþykkt lausn. En að öðru leyti náttúrulega heimilt að nota gervigreindir eftir BH ef það svona til daglegs þangagangs og aðstoðar við einfaldari verkefni. Ég held að hér sé mjög skynsamleg millileið stigin. Það náttúrulega allir að keppast við að tala fallega gervigreind og það veit svo sem enginn nákvæmlega hvernig hún á eftir að koma inn í rekstur sveitarfélaga. En ég held að þetta sé skynsamlegt og nú þegar hefur tæknistjóri samþykkt notkun Copilot þannig að sú klásúla sem inn í reglunum nú þegar að tæknistjóri þurfa að samþykkja fyrirfram og hún þegar uppfyllt. Ég veit að þeir sem að sýsla með persónugreinanleg gögn munu fara vanlega með þau inn í gervigreindarumhverfinu en það eðlilegt að það séu til reglur þetta og ég styð þetta og legg til og hvet bæjar starfsmenn til þess að láta sína yfirmenn vita ef þessar reglur eru andstæðar þeim markmiðum sem að settar eru, sem að rekstur bæjarins sé skilvirkur, hagkvæmur í þágu notendana, en samt þannig að svona eðlilegar kröfur til persónuverndar séu uppfylltar. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka þetta máls þessu lið? Svo ekki, þá með ekki með merkið samþykki þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. Við komum í fjórða mál, snjómokstur 2025, Ísafjarðar Hnífsdalur. Tillaga frá 1352. fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 8. desember 2025 að bæjarstjórn samþykkja ganga til samninga og samþykkja
rammasamning við þá bjóðendur sem buðu lægst verð í hverjum flokki og uppfylla kröfur útboðsgagna í samræmi við tillögur í minnisblaði frá Verkís. Og orðið er laust þessu lið og Jóhann Birkir beðið máli gjörðu svo. Forseti bæjarfulltrúar, þar sem Verkís kemur að þessu máli þá ætla ég að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Takk fyrir þetta. Hver sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki þá megi gefa mér merkið samþykkið þetta. Og þetta er samþykkt og samhljóða með 8 atkvæðum. Og 5. mál, velferðarþjónusta Vestfjarða, endurskoðunarsamnings 2025, til að frá 12. fundi framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða en fundur var haldinn 12. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki viðauka við samningum sérhæfða velferðarþjónustu á Vestfjörðum. Viðaukinn fjallar meðal annars þóknanir fyrir fundarsetu í fulltrúaráði, velferðarþjónustu Vestfjarða og notendaráði fatlaðra á Vestfjörðum. Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðið máli. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur sem skilst að eigi frekar erfitt með að heyra það sem við erum að segja, þar sem að netsambandið er eitthvað flöggfandi, en það kemur allavega upptaka inn í fyrramáli. En já, hér er verið að tala viðauka við samninginn velferðarþjónustuna og þetta snýst þá aðalega það að það er að fara að greiða, það eru eitthvað greiðslur fyrir setu í fulltrúaráði og notendaráði fatlaðra. Það var ekki inni og það þurfti að betur en bæta það. Það sjálfsögðu það gengur nógu illa að fá fólk til að mæta á þessa fundi þó að það var kannski smá hvati að það sé greitt fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Hver sem vilja taka til máls um þessu lið? Þú er ekki þá með ekki með merkið samþykkið þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við í 7. máli að það fastseldarráð Vestfjarða til að frá 1350 á öðrum fundi bæjarráðs sem fundur var haldinn 15. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki að í fastseldarráð Vestfjarða verði tilnefnd Elísabet Samúelsdóttir sem sveitarstjórnarfulltrúi Ísafjarðarbæjar, Svava Rán Valgeirsdóttir sem fulltrúi leikskólastjórnenda sveitarfélaga, Margrét Geirsdóttir og Hafdís Gunnarsdóttir sem fulltrúi velferðar- og fræðslusviða og Dagný Finnbjörnsdóttir sem íþrótta- og tómstundafulltrúi. Í stjórn fastseldarráðs verði tilnefnd Dagný Finnbjörnsdóttir tilnefnd sem starfsmaður Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust undir þessu lið. Enginn er beðið um orðið, þá má ég gefa með merkið samþykkið þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. Og 7. mál, það er móttaka flóttamanna 2025, samningur samræmda móttöku til að frá 497. fundi velferðarnefndar en fundur var haldinn 16. desember 2005 að bæjarstjórn samþykki viðauka við þjónustusamning milli félags- og húsnæðismálaráðuneytisins, Vinnumálastofnunar og Ísafjarðarbæjar. Jafnframt vill velferðarnefnd kanna hvort möguleiki sé að fækka samþykktum fjölda flóttamanna á 40-30 manns í grunnsamningi. Tillaga er komin fram vegna þrenginga á húsnæðismarkaði og færri atvinnutækifæra. Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langaði til þess að fylgja þessu aðeins úr hlaði þar sem að er að ræða breytingu sem að nefndin er að fjalla eða leggur til breytingu í grunnsamningi og ég ætla aðeins að fara yfir þá stöðuna í samningi samræmda móttöku flóttafólks. Þetta er búið að vera frá því í apríl 2022, þá hefur velferðarsvið undirbúið komið 95 flóttamanna til Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps. Og frá upphafi þá hefur samningur samræmda móttöku flóttafólks verið á milli félags- og húsnæðismálaráðuneytis og Ísafjarðarbæjar og hann hefur kveðið á móttöku að allt að 40 manns eða flóttamanna.
Á samningstímanum þá hefur fjöldi flóttamanna farið yfir samþykktan fjölda en sveitarfélagið hefur fengið greitt samkvæmt þeim fjölda þá í hvert sinn ef að þannig hefur borið undir. Af þeim 95 flóttamönnum sem hafa verið samþykktir þá eru 27 einstaklingar fluttir frá Ísafirði, frá Ísafjarðarbæ, en 7 einstaklingar sem paraðir voru við Ísafjarðarbæ á sínum tíma, þeir komu ekki þrátt fyrir að allur undirbúningur hafi verið hafinn fyrir móttöku þeirra. Og það sem gerist að þegar fólk skila sér ekki inn í samræmda móttöku, þá missir það allan rétt til þjónustu í samræmda kerfinu á landsvísu. Samræmd móttaka, hún getur varið í alltaf 3 ár. En fólk getur útskrifast fyrr. Það fer allt eftir stöðu á húsnæðis- og vinnumarkaði og einnig félagslegri stöðu einstaklingana. Á velferðarsviði hafa því 61 einstaklingur verið í þjónustu búsettir í Ísafjarðarbæ eða í Súðavík síðan 2022 og mismunandi hvað eru margir í hvert sinn. Flestir eru í virkri þjónustu, mest í almennri þjónustu en einnig í öldrunarþjónustu eða þjónustu vegna fötlunar. Í dag þá eru 2 einstaklingar í útskriftarferli hjá okkur, báðir hafa nýtt allt samningstímabilið eða 3 ár og í mikilli félagsþjónustu. Þegar á útskrift úr samræmdri móttöku staðfest, tekur sveitarfélagið við allri ábyrgð, það er að segja fjárhagsaðstoð og ráðgjöf til viðkomandi. Og svo eru til dæmis eins og morgun þá eru 2 til viðbótar flóttamenn að koma til Ísafjarðar frá morgun 19. desember. Þannig að samtals í dag það eru þetta 30 manns á lista í samræmdri móttöku á velferðarsviði. Samsetning hópsins þannig að þetta eru flest einstaklingar frá Úkraínu en einnig eru flóttamenn frá Sýrlandi. Sífellt erfiðara hefur reynst að útvega húsnæði þannig að síðasti hópur sem kom núna í nóvember, það voru minnir með 7-8 ungmenni, þetta ungt fólk sem dvelur í herbergjum með sameiginlegum aðgang að eldhúsi, salerni og setustofu. Og þá háskólasetrið það hefur samþykkt að leigja 2 einstaklingum húsnæði eða herbyggi fram á vor 2026. Sömu sögu að segja atvinnumálum. Það orðið erfiðara að tryggja fólki vinnu, jafnvel fá umsegðaræða vinnusamninga á milli Vinnumálastofnunar og Ísafjarðarbæjar. Vinnumálastofnun hefur til dæmis ekki samþykkt hlutastörf sem lið í móttökuáætlun og því ekki samþykkt vinnusamninga sem hljóða upp á hlutastörf. Það því mat starfsmanna á velferðarsviði og ástæða þessara bókunar frá velferðarnefnd tillögu að ástæða sé til þess að fækka fólki í samræmdri móttöku úr 40 í 30 einstaklinga. Til þess að eiga betri möguleika á að tryggja fólki búsetu og atvinnu við hæfi. Og þetta var sem sagt kynnt í velferðarnefnd á síðasti fundi sem var í fyrradag. Og nefndin tók undir þessi sjónarmið og vildi kanna það hvort að möguleiki sé á að fækka samþykktum fjölda flóttamanna úr 40 í 30 í grunnsamningi við félags- og húsnæðismálaráðuneytið samræmda móttöku flóttafólks. En ég vona að þessi lestur minn hafi veitt ykkur smá innsýn inn í þetta mál, þannig að það sé allir svona á sömu blaðsíðu með þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, orðið umtalað og enginn beðið orðið þá með ekki merkið samþykkið þetta. Og þetta samþykkt samhljóða. 8. mál dagskrár svæðisskipulag Vestfirska sveitarfélaga tillaga frá 664. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 11. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki auglýsingu á tillögu að svæðisskipulagi Vestfjarða 2025 til 2050 í samræmi við 3. málsgrein 23. greinar skipulagslaga nr. 123 síðan 2010 og orðið laust undir þessi lið. Sigríður, Emilía, ykkur. Já, forseti
bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú bara að óska ykkur til hamingju eða okkur öllum með þennan áfanga að við erum komin á þennan stað. Það kannski bara svolítið sérstakt að það er farið af stað í verkefni snemma á kjörtímabilinu sem að bara standast allar tímasetningar og það hefur allavega ennþá gert það. Þannig ég vona að framhaldi verði alltaf áætlun, þannig að staðfest svæðisskipulag Vestfjarða verði kannski orðið löggilt hérna í vor, í maí. Til hamingju. Takk. Takk fyrir þetta. Það er fleiri til að taka til máls undir þessum lið. Og svo ekki, þá með ekki merkið að samþykkja þetta. Þetta er samþykkt samhljóða. 9. mál viðauki 2026, samning rekstur Náttúrustofu Vestfjarða, tillaga frá 163. fundi umhverfis- og mannvirkjanefndar, en fundur var haldinn 10. desember 2025 að bæjarstjórn samþykki framlengingu samnings milli ríkis og sveitarfélaga rekstur Náttúrustofu til eins árs 2026. Orðið laust undir þessu lið og enginn hefur beðið orðið, þá með gefa með merki ef þið samþykkið þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. 10. mál. Erindisbréf nefndar framtíðar húsnæði leik- og grunnskóla í Skuttsfirði. Mál tekin með afbrigðum. Bæjarstjóri leggur til við bæjarstjórn og samþykkja uppfært erindisbréf framtíðar húsnæði leik- og grunnskóla í Skuttsfirði. Jafnframt leggur bæjarstjóri til að Helga Björk Jóhannsdóttir, leikskólastjóri á Sólborg, verði kosin aðalfulltrúi í nefndinni og Svava Rán Valgeirsdóttir varafulltrúi. Og orðið laust undir þessu lið og þeir orðið ekki svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við samþykktum fyrra erindisbréf á fundi okkar í lok október að mig minnir og nefndin var ekki að ná að taka til starfa fyrir bara núna í vikunni. Við höfum fengið athugasemdir fyrra erindisbréf og það að koma leikskólastjóra væri ekki að nefndinni. Þannig að geri það tilhugminni að erindisbréfið verði uppfært með þeim breytingum að sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs verði ekki í nefndinni. Þetta verði starfsmannanefndar sem og að það komi þannig inn fulltrúi frá leikskólanum. Og þá er það þessi tillaga sem hér liggur frammi, að það verði þá Helga Björk Jóhannsdóttir, leikskólastjóri á Sólborg, sem er kosin inn í nefndina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Og þeir sem vilja taka til máls þessu lið. Ég ítta á eitthvað. Það ekki, þá með ekki að merkja samþykkið þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerð til kynningar. Það eru 11. mál bæjarráð, lögð fram til kynningar fundargerð 1351. fundar bæjarráð sem fundur var haldinn 8. desember 2025. Fundargerðin er í 8 liðum og orðið er laust undir þessu lið. Enginn hefur beðið orðið og þetta er lagt fram til kynningar. 12. mál bæjarráð, lögð fram til kynningar fundargerð 1352. fundar bæjarráð sem fundur var haldinn 15. desember 2025. Fundargerðin er í 10 liðum og orðið er laust undir þessum lið. Enginn hefur beðið orðið, þá er það lagt fram til kynningar. 13. mál framkvæmdaráð velferðarþjónustu Vestfjarða, lögð fram til kynningar fundargerð 11. fundar framkvæmdaráðs velferðarþjónustu Vestfjarða en fundur var haldinn 12. desember 2025 og fundargerðin er í 3 liðum og orðið er laust undir þessari fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og það er lagt fram til kynningar. 14. mál skipulags- og mannvirkjanefnd, lögð fram til kynningar fundargerð 664. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 10. desember 2025 og fundargerðin er í 10 liðum. Orðið er laust undir þessu lið og Nanni hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, virðulegi forseti, ég get ekki látið tala eina hérna sleitulaust í 20 mínútur. Þannig að ég ætla að fara hérna aðeins yfir fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Það gerðist ekki mikið á þessu fundi samt. Við tókum hérna fyrir í síðasta skiptið vonandi umsóknir lóðaleigusamning
Við tókum það inn á fundinn til þess að vísa í nýsamþykktar og vísuðum í nýsamþykktar breytingar og samþykktum stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp. Þannig að við settum þetta fram í kosmosið en hér eftir þá mun sviðsstjóri afgreiða allar svona venjulegar umsóknir en ef það eitthvað sem að þarf nánari rýni að þá kemur það inn til nefndarinnar og það verður haldinn fundur á milli sviðsstjóra, byggingafulltrúa og það var eitthvað viðbót sem ætti að sitja hann á fund. Þessa fundi til þess að fara yfir þessar venjulega umsóknir til þess að það væri ekkert ágreiningsmál um það hvað væri venjulegar umsóknir og hvað ætti að fara inn til nefndarinnar. Við fengum líka fyrirspurn frá Vesturafli leyfi til að setja niður smáhýsi fyrir frískáp og ef þið eru á samfélagsmiðlum þá hafið þið kannski tekið eftir því að núna í undanfarna mánuði þá hefur Vesturafl verið að auglýsa að það sé hægt að sækja mat bak við aðstöðuna þeirra niður í einhverju götu sem ég man ekki hvað heitir. Suðurgata. Aðsóknin er mikil frá fólki, hún er líka mikil frá fuglum og hún er líka mikil frá músum. Þannig að þau vilja koma þessu inn í lokahús eða lokarými og ástæða fyrir því að við tökum þetta inn svona núna er að þau sjá fyrir sér að fá smíðadeild menntaskólans til þess að smíða hús fyrir sig þannig að þau þurftu að fá samþykkt fyrir þessu núna áður en að menntaskólinn fór í jólafrí. Þannig að smíðadeildin geti tekið við þessu verkefni eftir áramót. Þá er hins vegar eftir að finna staðsetningu fyrir frískápinn og það er verkefni sem að verður gert eftir áramót. Svo er það kannski síðustu mál 7 og 8 sem er niðurfelling vega að vegaskrá, mjög skrítið setning. En þá er vegagerðin búin að ákveða að skila okkur 2 vegum, annars vegar veginn í Engidal og hins vegar veginn í Styrdal. Þeir sendu bréfið út 27. nóvember. Það var tekið fyrir í bæjarráði 8. desember, tekið fyrir í skipulagsnefnd 10. desember og við höfum andmælarétt til 27. desember sem er skemmtileg dagsetning og þetta á að taka gildi 1. janúar þannig að fresturinn er mjög lítill til þess að skoða þetta mál og þetta getur varðað okkur og varðað hagsmuni og þetta getur líka verið fordæmisgefandi upp á stærri vegakerfi. Þarna var helmingamókstur inn í Syðridal og þannig að við vildum skoða þetta og báðum eftir að fá framlengingu og andmælafresti og starfsmanni var falið að hafa samband við lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að athuga hvort að þeir vegagerðin væri að skila fleiri vegum, hvort að þeir hefðu gert samninga við sveitarfélög eins og vegagerðin á vegi á höfuðborgarsvæðinu, þar sem er náttúrulega gríðarlega umferð þar sem þeir eru að sinna helmingamókstri og hvort að þeir hafi verið að gera samning við þau sveitarfélög þrátt fyrir að heimild í lögum hafi fallið út 2021. Þannig að við erum bara vildum kanna jarðveginn áður en að lengra væri haldið og mér finnst mjög eðlilegt að óska eftir andmælafresti þar sem að ég er ekki að sjá fyrir mér marga starfsmenn vegagerðarinnar á skrifstofu vegagerðarinnar í vinnu 27. desember. Þannig að, já, þetta var nú svona það mesta sem gerist á þessum fundi og nú fær ég bara forseta eftir fundin. Takk fyrir þetta. En fleiri sem vilja taka þetta máls undir þessari fundi gerum við skilfur. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilhöfundur, mig langar að fá smá umræðu aðalskipulags drögin sem eru farin að þokast áfram. Þarna undir fundinum eru minnisblað og drög að þessari aðalskipulagslýsingu með svona ýmsum spurningum sem að varpað er til nefndarinnar og mig langaði að fá aðeins kannski smá yfirliti við það, Nanný, hver staða aðalskipulagsins er. Ég hef talsverðan áhuga á því, gaman að það skulle vera farið að potast áfram, en ég hef líka áhyggjur af því að þessi skipulagsmál séu svona farin að
að fara vera okkur dálítið þung, sérstaklega hvað varðar uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, að það virðist vera einhvern veginn að hvert skipulagsstig virðist hafa neitunarvald eða sem sagt það býr til kæruheimildir sem að getur tafið mjög fyrir þeim verkefnum sem að lýðræðislegur meirihluti er fyrir að fara í sí. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja taka til máls? Já. Orðið, já, Nanni ætlaði þá að taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Gylfi. Áhugavert að fara yfir þetta. Við tókum sem sagt fyrir aðalskipulagið. Það er sannarlega þokast áfram og við vorum að velta fyrir okkur þessu kafla náttúru, lífríki og landslag, þar sem við vorum að ræða þjóðgarða aðalega, hvort að við vildum setja og leggja áherslu á að stofna þjóðgarð á því svæði sem við vorum að ræða á síðasta kjörtímabili á Dynjandasvæðinu. Við vorum einnig að ræða námur og við þurftum að staðsetja þær einhvers staðar því að náman okkar upp í Dagverðardal er búin öllu miklu leyti og við vorum að velta fyrir okkur hvort það væri ekki gaman að byrja bara Súðavíkurgöngum og líta það sem að námustæði svona til að byrja með og þar ætti að vera fullt af góðu grjóti. Reyndar var líka umræðan að kannski gera þær samstarfi við Súðavíkurhreppi eða á bara okkar vegkafla á leiðinni til Súðavíkur að þá gætum við víkkað eða breikkað augskápana og tekið efni þar og jafnvel bætt umferðaröryggi í leiðinni. Við tókum ekki mikið hverfisvernd í dreifbýli almennt nema við ræddum mikilvægi þess að halda í lífríki og landslag. Það þyrfti að skilgreina vel hvað ætti að vera skógrækt og hvort það yrði breyting á hvað heitir það, á lýsingu á landnotkun í dreifbýli en náttúrukaflinn var svona aðalega dreifbýlið. Það var ekki mikið annað rætt í þessum kafla, þannig að þú mátt gera það að spyrja mig að það er eitthvað sérstakt sem að þú vilt taka til umræðu. Takk fyrir þetta, Nanni. Fyrir Jóhann Birkir eða beðið orðið. Já, forseti, fagfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem nú bara upp af því að Gylfi vakti máls á þessu að ég er bara ekki með nægilega gott í höndunum út af netvandamálum hjá mér. Opnaði fyrir mér aðskipulaði, já, grunn. Já, á blaðsíðu 30 í þessum gögnum sem voru lögð fyrir nefndirnar, þá stendur hér, skal ég segja, hverfisvernd. Og þetta er eitthvað sem að allavega ég og kannski einhver fleiri hafi pínu áhyggjur af. Því að hverfisverndin sem sett var á í byggð í Skutulsfirði er núna farin að hamla uppbyggingu og þeim skipulagsáætlunum sem við höfum lagt fram uppbyggingu á eyrinni. Og því velti ég því fyrir mér hvort að við ættum að fella út alla hverfisvernd, bara í sveitarfélaginu öllu, bara til að sýna það að og við getum ekki takmarkað okkur svona gríðarlega því sjáum að allur skaginn milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar er sett á hverfisvernd og þegar þetta er farið að
að sem sagt, hamla því að við náum okkar markmiðum fram með hártogunum, þá ættum við að sleppa þessu. Bara alfarið. Og ég bara hvet alla nefndir og sem að fjalla þetta að taka þetta til skoðunar. Þetta var sett fram af góðum hug og við ætlum að vernda ákveðin gæði og bæði náttúru og hús, en nú þetta farið að snúast í höndunum og því tel ég að við ættum að skoða þetta. Takk fyrir þetta. Nú ætla ég að fara hérna aðeins. Nú rétt á fund. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki, þá legg ég þetta fram til kynningar og við erum 15. máli. Það er umhverfis- og framkvæmdanefnd, lagði fram til kynningar fundargerð 163 fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar, en fundur var haldinn 10. desember 2025 og fundargerðin er 6 liðin. Orðið er laust undir þessari fundargerð og enginn er beðið orðið en ég legg hana fram til kynningar. Það voru komin 16. mál, velferðarnefnd, lagði fram til kynningar fundargerð 496. fundar velferðarnefndar, en fundur var haldinn 16. desember